Harðjaxlar frá Litháen hafa í meira en áratug séð að setja upp og viðhalda snjóflóðavörnum hátt upp í fjöllum á Íslandi. Nú hafa þeir búið sig ofan Neskaupstaðar í 650 metra hæð. Hátt yfir Neskaupstað á fjallsbrún við Drangagil glittir í vinnubúðirnar og þangað ætlum við. Stígur hefur myndast, mennirnir arka upp á hverju morgni fram hjá skóginum sem snjóflóð felldi fyrir rúmum 2 árum. Þegar upp komið sjáum við neðstu girðingarnar og Litháana að störfum. Þeir hlaupa nánast með 200 kíló á loftpressu brattar hlíðarnar. Í vinnubúðunum hittum við Tómas verkstjóra. Our day usually starts from 8 o'clock. We're working around 10 hours per day. But if we have good weather, we're working more hours. Mennirnir bora holur og vinna erfitt verk við erfiðar aðstæður. Ekkert stoppar þá nema kannski mikil rigning og rok. Þeir geta aðeins unnið í 4 mánuði því leið og hvítnar í fjallinu skapast fallhætta. We try to use the good weather as much as we can because it is Iceland, never knows what's gonna happen, and we are not staying here just all the week. Usually we are living down. Köfunarþjónustan hefur unnið svona verk fyrir ofan Siglufjörð, Flateyri og Patreksfjörð. Þeir voru síðast í Neskaupstað fyrir 14 árum og verða nú í 3 sumur að lagfæra og endurnýja varnarvirki. Þyrla færir þeim aðföng 2 í viku og búðirnar nýtast vel. We have a kitchen, we have a coffee, we have food, we have water and dry to our clothes. We have everything what we need and same like every people have at home. Þetta hörku púl og núna bora þeir 45 könnunarholur víða fjallið og fylla með steypu. Hver hola skal fyllast hvað sem það kostar, svo hægt sé að kanna haldið í jarðveginum. The guys are very strong and tough guys because you can imagine not a lot of guys can walk up more or less every day up and down, and still have a lot of to do. It's not for everybody.